Friður Guðs sé með þér. Í dag er 25. febrúar 2026 og ég les gjarnan úr Biblíunni á morgnana og þessari bók hérna, Lykilorð 2026, og í þessari bók eru svona góðir textar, biblíutexti og sálmur og einhver vísdómsorð fyrir hvern dag ársins. Og hér í dag segir: Ég, Drottinn, kallaði þig í réttlæti og held í hönd þína. Þetta er Jesaja 42, 6. vers. Og svo er annar texti hér: Rödd úr skýinu sagði: Þessi er minn elskaði sonur, sem ég hef velþóknun á. Hlýðið á hann. Og svo er hér texti frá Lúther: Ég þakka þér, Drottinn minn Kristur, að með orðum og gjörðum ber ég því vitni gagnvart heiminum að þú sért mér náðugur og hjálpir mér. Ég hef jú meðtekið það í minni eigin skírn að þú og engin annar sé og skuli vera minn Drottinn og Guð. Svo mörg voru þau orð. Og við erum verkfæri Guðs og samverkamenn Guðs samkvæmt þessu. Og þá vil ég líka lesa hér óðinn kærleikann úr fyrra Korinthubréfi 13. kafla, en það er í bréfi Páls postulla til Korintumanna. Og yfirskriftin þar er kærleikurinn mestur. Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, væri ég hljómandi málmur eða hvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum, og þótt ég framseldi líkama minn til þess að verða brenndur, en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Kærleikurinn er langlyndur. Hann er góðviljaður. Kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, er ekki langrækinn. Hann gleðst ekki yfir óréttvísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi, en spádómsgáfur, þær munu líða undir lok, og tungur, þær munu þagna, og þekking, hún mun líða undir lok. Því að þekking vor er í molum og spádómur vor er í molum. En þegar hið fullkomna kemur, líður það undir lok sem er í molum. Þegar ég var barn talaði ég eins og barn, hugsaði eins og barn og ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðinn fulltíða lagði ég niður barnaskapinn. Nú sjáum við svo sem í skuggsjá, í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú er þekking mín í molum, en þá mun ég gjörþekkja eins og ég er sjálfur gjörþekktur orðinn. En nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur. Þannig hljóðir heilaga orð, lof sé til Kristur. Amen. Já, merkilegur texti þetta, og þetta með kærleikan, hann er afl, hann er ekki hlutur. Það er ekki hægt að fara út í búð og kaupa 1 kíló af kærleika. Hann er ekki eins og smjörstykki eða kornflakspakki eða kjötstykki. Hann er einhvers konar möguleiki. Kærleikurinn er frá Guði kominn. Við búum hann ekki til. Hann er alheimsafl, og við getum með því að ganga á Guðs vegi eða með því að trúa á Guð eða treysta á Guð, þá getum við tengt við þennan kærleika. Og kærleikurinn er því ekki til á lager inn í mér eða inn í þér, en við getum á hvaða andartaki sem er tengst þessum kærleika og miðla honum til annarra.
Þannig að kærleikurinn er bara til þegar hann er gefinn. Þegar þetta undur verður og þegar við tengjum við himinin og verðum farvegur fyrir kærleika Guðs. Og þá líður okkur vel, vegna þess að þá erum við á vegi kærleikans. Og það er svo mikilvægt að heila þennan heim með meiri elsku. En auðvitað þarf líka að taka til í þessum heimi. Það þarf að andmæla hlutum og hinu illa. Og Jesús sýndi það í sínu lífi að hann var nú ekki tæpitungulaus þegar kom að því að tala djöfulinn eða hið illa. En við skulum halda okkur í dag við þetta með kærleikann. Þú getur verið á bandi kærleikans. Þú getur verið bandamaður, karl eða kona, kærleikans og tekið þátt í því að heila heiminn með því að tengja við Guð. Og það besta er að eiga stutta bænastund, fela sig og aðra í hendur Guðs og biðja hann að vera með sér. Þá erum við komin í samband. Og síðan þegar við förum út í daginn, við mætum fólki með gleði, horfum á fólk, heilsum því, tökum eftir því, brosum, reynum að vera glöð og því að gleðin er líka eina af þessum gjöfum Guðs sem við getum tengt við. Þetta er ekki það, við eigum ekki þessu sjálf. Við erum bara verkfæri og þarna höfum við verk að vinna. Og þetta ætla ég að beða að hugsa í dag. Að þú ert kallaður, þú ert kölluð til þess að vera samverkamaður, karl eða kona, samverkamaður Guðs í því að heila þennan heim og taka til í þessum heimi og vera farvegur fyrir þennan kærleika, fyrir þetta alheimsafl, hinna stóru vitundar alls sem er í þessum gríðastóra heimi. Þar er Guð að baki öllu. Ekkert að þessu er orðið til að sjálfu sér. Hugsaðu það. Og að við skulum geta verið í sambandi við þennan alheimsmátt kærleikans. Göngum á vegum Guðs, elskum hvert annað og verum góð við hvert annað, heilum heiminn og gerum hann betur en hann er. Þakka þér fyrir að horfa og hlusta. Guð geymi þig og blessi þig. Góða stundir.